Á ég horfi í myndavélina? Hérna, ok. Ég heiti Sara Líf og ég sem sagt make-up artist og ég sérfræði mig aðalega í því að farða lík. Já, ég veit ekki hvað Sko, þetta frekar einmannleg vinna, verð ég að segja. Þetta bara ég og fólkið sem náttúrulega dáið. Þannig ég hef engan til að spjalla við, ég bara alltaf að Snapchat, fæst svona spurningar og eitthvað svoleiðis. Ég meina, stundum verð ég alveg smá leið. Sérstaklega þegar eitthvað fólk sem búið að deyja ungt. Ég var að meika þessa gælu daginn, dó 18 ára í bílslysi. Ógeðslega sorglegt. En ógeðslega næs fyrir mig samt að farða fólk sem deyr ungt. Því að, í þessu starfi, þá er ég oftast bara að meika svona gamlar kettlingar eða kalla sem eru ógeðslega svona hrukkótt og bara svolítið ógeðslegt að snerta þau. Hvernig finnst mér þetta siðferðislega? Þetta er bara eins og hver einhver make-up artist vinna. Ég er að farða andlit, skiptir ekki máli hvort það sé dautt eða ekki. Eins og í make-up artist skólanum, þá er ég að mála bara svona vaxhöfuð og það er ekkert ólíkt því að mála fólk sem er dáið. Þetta er bara venjulegt fólk eins og við. Mér finnst það bara að vera fordómur í að þér að vera að spyrja mig eitthvað svona. Eins og með þessa 13 ára stelpu sem dó þarna, sem ég var að farða, hún var náttúrulega alveg, hún var aðdáandi minn á Snapchat, hún var að followa mig á Snapchat og ég held að bara að það hafi verið svona hennar hinsta ósk að ég myndi farða hana. En ég veit að mamma hennar var náttúrulega með eitthvað svona vesen eða hún var eitthvað að tala við fjölmiðla eitthvað, en mér finnst það bara allt í lagi, þetta er bara eins og hvert annað make-up artist Snapchat. Þótt hún sé dáin, þá er hún samt ekki ennþá manneskja.